Fyrir 2000 árum kom Guð skaparinn til jarðar í nafni Jesú og stofnaði nýja sáttmálann. Fyrir nýja sáttmálann geta börn Guðs, sem þjást af synd og dauða, fengið fyrirgefningu synda og eilíft líf. Í 3 ár var Jesús fyrirmynd í að halda nýja sáttmálann fyrir lærisveina sína. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Eftir upprisuna bað Jesús lærisveina sína að kenna öllum að halda nýja sáttmálann til að þeir gætu orðið hólpnir. Eftir orð Jesú prédikuðu lærisveinar hans nýja sáttmálann. Í nýja sáttmálanum, sem veitir okkur fyrirgefningu synda, er regla tilbeiðslu. Ef karlmaður hylur höfuð sitt við tilbeiðslu, er það vanvirðing fyrir Guði. Ef kona hylur ekki höfuð sitt, er það vanvirðing fyrir hana sjálfa. Í kirkjunni sem fylgir nýja sáttmálanum hylur kona höfuðið með slæðu í guðsþjónustu en karlmaður ekki. Eftir uppstigningu Jesú héldu sumar konur fram að þær þyrftu ekki að bera slæður. Vegna þess hvatti Páll postuli þær til að bera slæður og útskýrði að langt hár væri fallegt á konum að eðlisfari. Dæmi sjálf, sæmir það konu að biðja til Guðs berhöfðuð. Kennir ekki sjálf náttúran ykkur að ef karlmaður ber sítt hár, þá er það honum vansæmt. En ef kona ber sítt hár, þá er það henni sæmt. Því að síða hárið er gefið henni í höfuðblagi stað. En ætli nú einhver sér að gera þetta að kappsmáli? Þá er slíkt ekki venja okkar eða safnaða Guðs. Biblían segir skýrt að kona eigi að hylja höfuð sitt með slæðu í guðsþjónustu. Að bera slæðu í tilbeiðslu er ein af reglunum í nýja sáttmálanum sem Jesús kenndi og Páll postuli prédikaði.